zicke, zacke, hoi, 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 Gläser in die Hand. Zicke, zacke, hoi, 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 und das stoßen wir zusammen mit deiner... Jæja, komið þið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í Upp með sokkana. Já, hér erum við komin aftur og saminu á ný. Já, sko, nú fékk ég nefnilega flensu, eins og, og þú veist, þú gerði mér alveg ljóst á hann við byrjum og ég þurfti að greina frá því, svona minni fjarveru síðast. Ég bara, síminn ekki stoppað, Nei, ég þetta svara fyrir þetta. Já, bara Facebooki logar og einmitt, og ég er búin að fá hringingar og fólk að það var sko ótíma bara andlátstilkynningar og fleira sem þessu fylgdu. Þannig hérna er ég, og hef fengið heilsun á ný, en ég hef sjaldan svona, þú veist, maður kannski missir að vinna, ég hef mistað árshátíð, ég hef ekki komist til útlanda, en mér hef aldrei fundist þetta svona erfitt að vera rúmliggjandi, vitandi að þér sko einum þíns liðs, en þú varst í daldraumana og það var það sem var svona... Það hjálpaði mér aðeins. Já, það hjálpaði mér og minni samvisku sem reyndar hefur beðið í að nekki. Herðu, hvernig var þessi banalega þín? Varstu var þetta hiti eða varstu þetta uppköst? Já... Varstu að gruppa eitthvað? Sko, við fórum aðeins yfir þetta, þegar núna hefur við tekið upp 2 þætti sem að ég hef verið með þér í og í bæði skiptinni hefur tekist að koma uppkostum að með einu með öðrum hætti. Þannig ég fegin, sko, það hafi verið afgreitt strax, en ég ætla ekki að lofa því hér með og það verði ekki farið inn að þetta svið aftur. Akkurat. En ef þið viljið grafískar lýsingar á mínu líkamlega ástandi í þessum tíma, þá bara sendið mér skilaboð, það er bara Júlía Margrét Einarsdóttir á Facebook. En við í þinni fjarveru þá fekk ég þjálfara, hann Óskar Smára. Já, nýbúinn að gera ansi gott mót. Algjörlega. Og Hvernig, sko, vorum við bæði á leiknum og það voru flugeldar sem ég kunni virkilega með þetta. Stórkostleg hátíð, bara hérna í dalnum. Mjög viðeigandi og bara frábær árangur og frábært sumar hjá stelpunum. Ótrúlega gaman að fylgjast með þeim. Það var svo gaman að við hefum líka fengið tækifæri til þess að ræða við 2 okkar flottustu leikmönnum áður en að þær fóru í leik sem var undan þessum. Já. Og má ég segja eitt sem ég gerði á leiknum? Já. Ég klúðraði Siggi-Saggi, það var bara ég. Það var Siggi-Saggi og það var mikill spenningur. Ég var svona, þú manst eftir Magnús Magnússon í áramótaskaupinu sem getur ekki gert ég var hann. Og Varst þetta þú? Þetta var ég, já. Ég var aðeins svo spennt. Ég var búin að bíða rosa lengi eftir þessu mómenti og svo telli ég niður og ég stend svona upp og ég er öll eitthvað svona iðandi og ég kannski, það var opinn barinn, sko. Já. Höfum það á hreinu. Og ég byrja Siggi, eitthvað svona. Og ég var alltaf úr takti og svona fólk að fara að ókýrast í kringum mig. Já. Þannig að bara til allar þeir sem voru á þessum leik og ég bara byrst afsökunar þessu. Já. Ég nefnilega hef stundum reynt að tromma með, sko. Já. Siggi, hei, bara svona, þú veist. Ef það gengið illa? Já, þegar einhver í hópnum sem ekki alveg með taktinu hreinust, þá þetta svona, slæði maður feilhug. Það er alltaf lagið, bara það gerist ekki aftur. Nei. En nei, ég vil samt alveg fá fleiri Siggi moment og þau hafa komið. Við vorum að horfa á fylkisleikinu daginn og það er bara fyrsti leikurinn í úrslitakeppninni hjá strákunum og góðu sigur þar. Já, 2-0 sigur. 2-0 sigur og mér finnst bara frábært að fá hann Magnús Inga, sko Mingi eins og hann er oft kallaður, hann hefur verið settur í ýmis hlutverk hjá Rúnari og svona eitthvað, þannig að mér finnst þetta bara gaman að sjá hvernig hann hefur blómstrað. Já, hann er svona allt múlið mann. Ég held það nefnilega og margir hafa sýnt það náttúrulega. Og núna er þetta nokkrir leikir framöndan, en mér finnst einhvern veginn, ég kannski svona, oftar en ekki svolítið svona svartsýnn. Já, ég veit bara svona að reyna að hafa það upplægi. Algjörlega. Og aldrei peppaður. Nei. Alltaf óþolumóður. Þannig að mér finnst ekkert vera gefið í þessu. Þannig að mér finnst að... Hvað ert þetta að fara með þetta? Já, mér finnst að við getum ekkert verið að slá slöku við. Ég vil að allir hífu upp sokkana. Það eru 4 leikir eftir. Já, ég get tekið undir það. Bara það að við styðjum liðið áfram. Já, við erum ekkert að fara bara að pakka saman. Nefnilega. Nei, það verður Siggi. Já. Og það þarf einhver að vera ekki takt. Sko, ég er alveg áriðin manu því að vinna KR, mér finnst það skemmtilegt og gerast þetta tvisar í sumar og ég vil sjá það gerast núna helgina. Það verður svolítið blendið að Rúnari, hann er svona að fyrstum sinn var hann svolítið að rugglast, það myndi ekki alveg að liða var þetta. Já, akkurat, nákvæmlega. En Júlía, sko, það er náttúrulega margt búið að gerast og það er bara frábært að fá
því tilbaka, Já, þakka þér fyrir, það er gaman að koma hérna aftur. comeback ársins eins og Já, sem er hafa það talað ekki? um. Já, jú, þetta er svona málmanna, ég hef heyrt þetta, ég ætla þetta, kemur ekki frá mér, sko. Nei, alls ekki. En hérna, við erum náttúrulega bara enn og aftur bara þakklátt fyrir að fólk nenni að horfa og hlusta á okkur þusa. Já, það er ótrúlegt. Og þess vegna ákveðum við að fá gesti í dag. Já, Líka. bara sem greiða sem er við hlustendur og Já. áhorfendur og það er kannski alltaf leið að taka fram strax að það er ákveðin nepotismi Já, sem að, já, algjörlega. af því ég fekk hann loga nei, sérst, systir mín er allar að setjast inn hjá okkur. Stórkostlegt. Já, ég ákvað bara að leiða mér það að fá hana því að hún hefur fylgt mér og komið með mér að leiki bara síðan já, í barnæsku, við náttúrulega erum bara alltaf upp sem framarar. Það er eitt sem ég hef svolítið spáðið því hún sko púlari, ég held ég með alveg að segja það, þetta er mjög opinber ástæði henni. Já. Ég hef nefnilega svolítið flakkað á milli liða í enskudeildinni og stundum fær fólk svona svolítið áfall þegar ég segi það. Af því ég til dæmis fór frá því að halda með Manchester United í að halda með Liverpool sem ég er að æfa mig í dag. Okay. Eitthvað svona. Í grunninn er mér alveg sama. Já. En sko, en svo segir fólk eitthvað svona, já, en þú myndir ekkert skipta úr því að vera framari eða vera valsari. Það er líkamlega ómögulegt. Já. Þú veist, það er bara, ég vil ekki, þú veist, hvað, nei, þú veist, Einmitt, þetta er spurning kjarnan, þú veist, Já. og það... Sumt gerir maður ekki. Nei, bara, veist, já, sumt gerir maður ekki. Akkurat. Og við deilum því að vera svona alveg í kjarnan, hérna, framarar, Já. og svo fengum við annan, hérna, Já, frábæran mann, akkurat. frábæran framara. Sko, fyrst og fremst náttúrulega vorum við að hugsa að fá hérna stuðnisfólki heimsótt Já, og ræða aðeins við tvo góða stuðnismenn. já, koma svolítið niður á okkar level, svona. Já, og hinn, sem sagt, þetta er sem sagt Kamilla sem að, hérna... Kamilla Einarsdóttir systir mín. Ég ákvaða að fá framara sem að ég held að hafa bara verið svona fyrsti framari sem ég kynntist. Já. Af því að ég var búin að vera framari mjög lengi bara sjálfur. Og hafði ekki hitt annan framara. Nei, þú veist þetta svona eiland. Já, þangað til að ég hitti góða við minn, sem sagt, hérna fyrir, bara í Hlíðunum. Getur verið að það hafi verið minnst að hann mæta mann í fyrsta þættinum þegar við vorum að fara í þessi mál. Örugglega. Já, ég held það nefnilega. Akkurat. En þetta er myndlistarmaður, tónlistarmaður og góður drengur. Já. Hann heitir Logi. Allt í senn, já. Akkurat. Framar, fyrst og fremst. Gott fólk framundan, það er Kamilla Einarsdóttir, rithöfundur og margt fleira og Logi Höskuldsson, myndlistarmaður og tónlistarmaður og knattspyrnumaður og ég held að hann bara mæti treyjunni hérna. Þannig að Við getum ekki, ætla að lofa því? Já, við skulum ekki lofa því. Nei. Sjáum til. Eigum við ekki bara að hérna, leyfa þeim að koma sér að og Já, fáum við inn og leiðum að koma sér fá fyrir. okkur smá te á meðan. Já, við erum komin inn aftur, við erum búin að fylla á bollana og við erum komin með góða gesti hérna upp með sokkana. Við báðum þau áður en settist niður að hífa upp sokkana sem þau hafa gert. Hérna er Logi Höskuldsson og Kamilla Einarsdóttir. Takk fyrir að kíkja til okkar. Ég veit að þetta var ferðalag en alltaf ljúft. Er ekki gott að koma hingað svona heim í Úlfarsárdalinn? Mér finnst ég loksins skilja þessa rómatík sem sveitin oft gefa manni. Horfa inn í innan dal, þetta var einhvern veginn, tekum bara tilbaka bara, sko, að bara lesa Íslendingasögurnar, að lýsa landslægin. Já, bara Gunnar Líðarenda, já, þetta var það sem hann sá. Já. Er þetta ekki gömur reiðileið hérna bara rétt hérna hjá? Mér skilst það, gömur þjóðleið. Þú kemur kannski á hesti næst, bara. En Kamilla, hérna, þú viltist nú aðeins á leiðinni. Já, en það er nú bara yndislegt, ég fekk að skoða allt hverfið mjög vel og aðeins þjóðveginn og Bauhaus og svona, mér finnst það bara yndislegt. Ég hef sko, já, ég hef alltaf bara tekið sama strætó en núna ákveði aðeins að flippa og taka annan. Já, þetta var gott flip. Já, við vorum aðeins að koma ágjörðaðir en hérna, þegar menn þú varst eitthvað svona að reyka hérna en þá bara, þú rauninni bara mistir þig bara hérna í draumum. Já, ég er bara einhvers fullt af nýjum vinnum. Ég er svo flott, sko, að því að ég er landsbyggðarmaður, það er kannski ekki komið fram í þessu þáttum. Já, hérna, sko, þá finnst mér svo fallegt að koma keyrandi hingað inn í borgina héðan, sem sagt, eða frá Vesturlandsveginum og sjá þessa öndvegi súlur sem að taka móti manni, sem eru sko annars vegar Bauhaus og hins vegar Korputorg. Já. Nákvæmlega, tvær stofnanir. Falleg innkoma hérna einhvern veginn. Ramma þetta inn. Já, algjörlega. Þess vegna sækir fólk aftur líka helgar að labba upp hérna Úlfars
Fellið? Já, Mhm. af því það er bara svo fallegt útsinni yfir Já. þessi bílastæði. Já, Akkurat. já, það er alveg magnað, það er alveg Ofsalega. magnað. Nóa bílastæðum fyrir þetta Bauhaus. Mhm. Sko, Logi, nú minnist þið þess þegar við svona, sko, ég veit að ykkar saga, þín og Kristjáns er bara alveg svona, þú veist, það er vasaklúta saga, sko. Absolutt. Já, en ég minnist þess að hafa rambað á þig, á þeim mætast það 12 tónum, þar sem að við vorum svona að eiga svona okkar moment, sem að þú kannski manst ekki eftir eins og ég glemði því aldrei. Það sem við erum átt okkur á þegar við værum bæði framarar, sem voru svo gott, að því að þú veist, þá hefði ég líka verið að upplifa mig sem eilandi í ákveðnum hópi. Geturðu svona aðeins farið yfir með okkur, svona, hvers vegna ert þú framari? Já, bara ótrúlega einfalt, sko. Ég átti heima í Álftamýri þegar ég var lítill og sem sagt, spilaði fótbolta með Fram. Og svo reyndi að flytja úr Framarahverfinu. En ég veit ekki hvort það var bara meðvirknin í mér eða eitthvað. Ég flutti í Þróttarahverfið en hélt áfram að æfa með Fram. Já, hjarta, bláa hjarta. Já, það er bara svo ótrúlega sterkt í mér að ég gat ekki snúið baki við klúbbinn, sko. Nei. Þannig að, já, Geturðu deyja fyrir klúbbinn? absolutt. Akkurat. Við Júlía náttúrulega upplifum þetta líka út að við vorum framara en ólumst eiginlega upp í Valskverfi. Við ólumst upp í Valskverfi. Tja, ég vil nú segja að þetta var nú samt upprunlega framkverfi, þau bara Já. koma hann inn. Já, einmitt, já, það var ákveður innrás. Við Já. áttum þetta undan. Já, það var sem sagt, sko, fjölskyldan eitthvað býr í Hlíðunum og þið hafi svona ólust upp þar, er það ekki? En fyrst voruð þið á, gleyma, Nei, nefnilega alls ekki. Háteisvegi? Nei, ok. Nei, við vorum, eða sko, já, Háteisskóla. þú veist mér nála, Já, Háteisskóla, ég var í Háteisskóla, við byggum Flókagötu, en ég var nefnilega, sko, eins og ég, gaman að fá að segja aftur þessu sögu, að ég var eini framarinn í bekknum. Já. Þannig það voru Þannig allir við hefum öll svona upplifið þetta. Já, Við vera erum svolítið ein í skön, já, vera þessu svolítið ein og svo gott að finna Þurfa- hvert annað stuðningin í hvert öðru, sko, blái stuðningurinn. En ég nefnilega var þannig, eins og kannski þú líka upplifið, Kristján, þú veist, maður eldist svolítið svona, þegar maður var svona einn sér að báti, sko. Styrkimann. Það styrkir mann, já, var allt harðræðið, sko. Nei, en þú veist, ég var, þú veist, og pappi sátti þess að ég ætti, sko, fram húu og þú veist, ég var með fram trefil og ég neita að ganga með neitt annað þegar mér fannst svona, ég fekk eitthvað svona útrið einhver, ógislega ljót húa, eitthvað svona, eitthvað, mér er svona ógislega flott, eitthvað svona. Þannig, já, og ég er ennþá þar bara. Einmitt. Kamila, hvernig kom það fljótt til þín að vera framari og fara í... Eins og Júlía hefur komið inn á þessu þetta, eru svolítið aldar uppi að það er bara... Það var ekki val. Það er ekkert eitthvað svona, það er bara, maður lærir að labba og þú veist, fara á klóstið, borða og halda mig fram. Þetta er bara Já. alveg eðlilegt svona. Og fyrsti leikurinn sem ég fór á var, minnum mig sumar 87 og þá Fram vann Völsung á Húsavík 6-0. Þú ert þá bara unga bat þarna, eða ekki? Eða hvað? Nákvæmlega. Já. Ég menna ekki, ég var komið bílpróf og pappi vantaði að skjóta sér. Nei. Og þá var ég bara, oh my god, svona er bara að vera framari. Þá bara rústa maður öllu og rosa gaman. Og hef aldrei getað að snúa, en svo hefur það kannski ekki alveg gengur svo smurt alltaf, en Nei, einmitt. þá bara ferði ekkert tilbaka, sko. Akkurat. Og Logi, þú byrjar bara mjög fljótlega að, sem sagt, að æfa fótbolta með Fram og svona og... Já, ég var 5 ára þegar ég byrjaði að æfa fótbolta með Þú Fram. varst efnilegur. Ég var nú ekki talað nefnilegur, allan að fyrsta árin, sko, á eiginlega, og það er svona margt í mín lífi, sko, ég skil ekkert hlutina alveg strax, þeir kom ekki alveg beint til mín, sko, ég var svolítið hávaxinn, Já. var svolítið stærri enn sumir krakkarnir, sko, og ég náttúrulega, ég kunni ekkert leikinn og skildi ekkert, sko, þannig að þetta var á mörg moment hjá mér sem ég var bara, hvað er ég að gera, sko, Já. en svo er það bara eitt sumar sem ég bara fatt þetta einhvern veginn og ég ætla nú ekki að segja það hér að ég hafa eitthvað verið efnilegur eða neitt, sko, en mér fannst Við skulum ógeðslega segja það. Já, þið með endilega að segja. Mér þótti Landsliðsefni. allavega ótrúlega gaman að spila fótbolta og bara lifði og hræðist í því, sko. En ég er ekki jafn heppinn að eiga foreldra eins og pappa sem elskar fótbolta svona mikið, sko. Ég var algjörlega einn í þessu og ég og 2 systkini, Já. þau voru heldur ekki neitt í íþróttum. Vá. Þannig að ég var gjössan, ég veit að þetta er Það er hart. ekkert Hart, með sko. þína, já. Þannig að ég á nokkuð moment af mér að því ég bjó líka öðru hverfi, sko. Labba einn heim, svona ískalt og og labba úr Samýrinni niður í Álfheima, þú veist. Hrakinn. Hrakinn, Akkurat. blautur eftir æfinguna, skilurðu.
Sko, ég ætti að fara allt aðra átt heldur en ég sko bjóst við, af því En að þú það má alveg vildir koma fram að myrkur, sko. þetta var sko, það er föstudags eftir middagur. Ég held að þetta er svona hress þáttur og þetta er að verða 12 klúta hlaðavarp. Nei, einmitt, þetta er samt fallegt, en sko, En alltaf komið aftur í saman, skilur. Já, hér einmitt. ertu og bara þú stendur enn bara keikur, bláa hjarta, bláa hafið, sokkarnir eru uppi, Já. fyrir það er maður þakkláttur, sko. Akkurat. En svo vil ég aðeins koma inn á það bara að Logi, þú komst á Jesús, ég er búin að gleyma hvað þetta heitir. Hægur. Hægjur, vá. Já, ég kom inn á hækjum. Heilar blóðfallin í beinni, Já. en já, einmitt, sko, þú komst á hægjum og þú hefur ekki verið endilega svo heppinn bara í íþróttunum, þannig að þú hefðir sko geta mögulega verið bara núna niðri að æfa með strákonum, Já, bara, meistaraflokki, eða kannski vera bara að ljúka stórklassinu ferli, ég veit ekki, þú veist, en það bara, já, það hefur verið svona svolítið einhver hrakvallasaga sem að vati þess að þú til dæmis fórst að kynnast gítarnum og svona tónlistinni og öllu því sem að þú svona haslaði völl og svo líka myndlistinni og svona. Já, fórst að Þannig að- fykta svolítið. ég voru að fykta. Við getum líka þakka fyrir það, sem sagt. Já. Algjörlega, að já, Akkurat. algjörlega. Ertu svona einn af þeim sem að maður getur sagt svona, já, þú veist, hann væri í landsliðinu. Já, hygglust. Ef þetta hefði ekki verið þetta Ég held- Það er ykkar orð, sko. crossband, Það er já. ykkar orð, sko. Ef að það hefði ekki, þú veist, þessa hægjur, Já, annars Já. verður, ef þú veist, við hefði haldið áfram, þá værum við að taka þannig þátt upp á Ítalju. já, ég er sem Þú sagt, verður að spila þar. ég er sem sagt er með hækju núna því það var bara að komast í ljós að ég er sem sagt með einhvern fæðingagalla í mjömmin á mig sem og þegar lækni, ég er búin að vera hitt hann lækni í 6 ári eða eitthvað og hann vissi aldrei neitt hvað var að mér og svo kemst hann loksins að því sko og seinasta setningin og þetta er svona korters langi tímar, nei, já, svona þetta er korter sem þú hefur með svona lækni og hann bara fattar þetta á seinustu 2 mínútunum og hann bara tekur einhvern svona plastmjamalið og segir já það er að skera þetta hérna í sundur og snúa hérna við og eitthvað og þú þarf að fara í aðgerð út já þú þarf að fara til útlanda í aðgerð já, rosalegt sko Nei, þetta var bara gamla góða billund í Danmarku En hvað Fórstu þangað Eps. og fórstu í Lego. Nei, ég var nú ekki alveg í ástandi til þess en En ég heyrði sko þið tala um korter, er þetta svona einhver hraðstefnumót við læknir? þú fær bara korter með þessum læknum sko, max Skemmtilegt, þetta myndi henda mér að því mér finnst það óþægilegt að vera til Já, en fínt að vera korter bara. seinasta spurningi sem hann segir sko, þetta er Mm. búið að taka hann 6 ára að reyna að koma að staði hvað er að mér sko ég veit ekki hvort það sé, hafa verið Sem sagt 90 mínútur, nei. Nei, já, sírka bót ég veit ekki hvort við getum skrifið þetta á áhugaleysi eða bara mikið að gera hjá honum eða eitthvað, en hann var bara að skoða sömmyndinar sko það var að spyrja með einna spurningu þegar þú veist úlingur, var þér illt í nárunum Já, og ég var svo lengi og oft frá með óskiljanlega verki í nárunum þannig að það var Var það mjöðminn? það er eitt af þessum skilsmér fylgikvöldum af En Þannig verður öll það þessi núna ár bara bara. golden? Ertu bara eins og sko, ég líti á þetta sem að ferill minn er bara að taka aftur svona Já, Fyrir að mæta þetta aftur. er John Talandi um Travolta í kálfa. Perfection ég er bara að fá aftur svona mínu uppreisna æru Bara þú fiktaðir við myndlist, þú fiktaðir við tónlist og Búið varst með það, með, já, búið búið með með það. burt, já. Check. inn með boltan upp með Heyrðu, sokkana. ég var að æfa handbolta og svo kom ég ljós, ég sá ekki neitt. Ég bara var með mínus miljón eða eitthvað og allir bara, þessan gast aldrei gripið og ég bara, já. Svo bara er ég búin að fyrir leysir eitthvað og allt saman og ég get ennþá ekki gripið neitt. Það er bara eitthvað. meðfætt Vá, takk fyrir að bara brjóta drauman hans, bara, já, bara Nei, ég er að segja sko, þú getur það ekki ennþá. Nei, en ég held samt að sko ég fór síðan að spila bara bumbubolta mjög mikið þegar ég var orðin fullorinn sko og hérna, ég held það ég sé er bara barn ennþá já og tala eins og svo 70. sko, ég get alveg sagt það hér að held ég svona ég er svo til ég að fara í allra þessar aðgerðir svo ég geti mögulega að spila fótbolta aftur því að ég elska að spila Já, fótbolta við viljum bara sjá það á vellinum, bara númer. Næsta sumar. Já, algjörlega sko. En sko áður en við komum aðeins að liðinu núna og svona þessu framdögum sem við lifum á akkurat núna, þá langar maður að spyrja bara svona um svona bestu eða mestu framminninguna, bara að fylgjast með fram á vellinum og svoleiðis. Kamilla, ert þú með eitthvað sem Sko, það var náttúrulega þessi völsungsleikur 87, Mm. ógleymanlegur. Og svo var náttúrulega þessi gull ár, þú veist,
Birkir Kristins og Pétur Ormslev og eitthvað, þetta voru náttúrulega bara algjör gullaldar ár. Já. En minni núna, ég meina hver einu skipti sem að kemur hér, ég kemur fram úlpuna og þú veist, ég þarf núna að fara og kaupa mér svona treyju eins og þið eru í Já. vegna þess að það er alltaf heitt að vera í úlpu og sem góða velliðina. Það er alltaf gott veruna. Alltaf heitt. Það er ekkert hægt, þú veist, þannig að það er alltaf dásamlegt að koma hingað, sko. Ótrúlegt veðurkerfi hérna í Daldraumina, sko. Hvað er besta framleikurinn þinn? Ég er bara verð að segja, sko, ég held að ég eiga engan góðan svona sem ég get alveg svona gripið í, en ég get alveg sagt allan eftir að fluttum hingað í Úlfarsdal. Úlfarsárdal. Já. Þá finnst mér bara geðveikt, sko. Já. Og að því að ég er líka að upplifa eitthvað sem ég hefur alltaf dreymt sko, sem aðdáandi, sko, að eiga stúk og heimavöll. Ég er náttúrulega bara að upplifa að fara á vellin á Laugardalsvellinum, sko, sem bara 700 hræður í stúkunum og maður er bara, halló. Já. Einmitt. Halló. Og alltaf kast, alltaf hlaupabrautin og þú veist, það er svo erfitt að fagna mörkum og þú veist, núna þegar að skora markina þá fæ ég bara alveg inn, sko. En þannig að ég myndi segja svona ég er að upplifa skemmtlustu tímana allavega núna og svo náttúrulega vorum við alltaf ég fer að fylgjast með fram þegar fram er alltaf í 8. sæti eða 7. sæti og við björgum okkur sko, ég veit ekki hvað mörg sísón á seinasta leiknum sko, þannig að ég bara upplifi tap eftir tap á Laugardalsvellinum þannig að það situr ekkert mikið eftir ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Já, akkurat. Ég man samt eftir, fyrir ekki, ég er ekki bara fram fyrir þér, en ég var að hugsa þetta hérna á leiðinni að því það er svo fallega hérna náttúran hérna í dalnum og það er náttúrulega skollið á með hausti og þetta er svona eitthvað greift, þetta er svona kannski eitthvað skilrætt áreitið, að maður sér haustlauf falla þá færi maður alltaf bara, ætla framsíða að falla. Kvíðin. Þetta er svona eitthvað haustmoment. Falldraugurinn. En við Júlía fórum reyndar á, það var rosa gaman, þegar fram vann leikinn og komst úr lengi upp í bestu. Já, það var rosa, það var grenjandi rigning. Ógeðslegt verið. Síðasti leikurinn. Já. Og það var allir bara niðurringdir, það var bara ekki Við fengum að lyfta bikar, þess ekki við, en sko við, þar sé. Og það voru flugeldar, þá var verið grenjandi og bjart, þannig að sást ekki mikið. En þú veist, það var reyndar alveg, það er eitthvað sem ég mun hugsa bara því degi. Já, það voru meistarar. Við stóðum upp fyrir meisturum að geta sungið þetta lag, sko, það var virkilega. Og unnum við ekki bikarinn fyrir einhverjum, ekkert eitthvað allt og mörgum árum síðan? Jú, það var 2013 heldur. 2013, já, ok, vá, 11 unnum við Stjörnuna. Já. Og ég var á þann leik. Já. En hann var framlengdur. Og ég þurfti að fara. Þegar úrslitin voru ekki ráðin og var að spila á tónleikum. Músíkin. Og gott betur af því að ég var að spila sko bara einhvers svona í Karfavogi eða eitthvað svona rétt og ég heyrði, þú veist bara og ég bara, þú veist, var að reyna að spila hérna, hvað er að gerast? Heyrðu, það er verið að fagna, þú veist, og bara, ég heyrði, þetta er svona framfólk, frekar heldur stjörnufólk. Þetta er sorglega en hægir. Þetta er talað um þetta. Ég veit ekki. Afsakið. Þetta er föstudagstáttur og það er gíru stemning hérna. Ég var á Patreksfirði þegar þessi leikur var og var að horfa á hann einhvern svona gömlu sjónvarpi, sko. Þannig að mér fannst það eitthvað geðveikt rómantískt við það, sko, að vera. Það var ekki komið litasjónvarp hann að Patreksfirði. Nei, það er nefnilega. Og liðin eru bæði blá þannig. Já, ég hafa minningar af mér að svona kýli í sjónvarpi til þess að ná útsendingun áttir í gang. Þú kannski tengið við þetta, þú hnífst alveg að horfa á. Ég er bara að vera á langbylginu, sko. Já. Einmitt. En þetta er frábært, hérna, sko, að því að Júlía fór að minnast á enska boltan aðeins. Og nú kemur skrítispurning. Hvaða lið, ef við byrjum á bara þér Logi núna, hvaða lið væri fram í enska, hvaða enska lið er svona fram enska knattspyrnunnar? Ertu að tala um svona bara, þú veist, Einmitt? Þetta er ógeðslega svinslega spurning. Já, mjög. Sko, það væri margir mótæðir. Mér langar að segja Liverpool. Nú? Er ekki Liverpool fór, já, gammalt þekkt og var ekki svolítið sterkur áratugur 80s hjá Liverpool, voru ekki svolítið að vinna. Jú, þú náttúrulega, sko. Það er svona frammeðlika svona 80s, svona síðusælt lið, þannig að
svona, ég myndi segja það, sko. Já, Ég veit að Það er Stefán bara Pálsson er pottet móðgar, við sem ekki segja Luton. já, jú. Nei, hann veit að fram á lúton Nei, nei. En sko, mér finnst þetta sagan, mér finnst það svona sagan, svona gamall klúbbur, skiluru, og þetta run Stórveldi. in the 80s. Já, Og svo kemur svona langt, reynda Liverpool alltaf sterkur klúbbur, skiluru, en svona langt svona titlalaust. já, Og einmitt. svona eyðimerku ganga, löng eyðimerku. Já, það var svipað, það ekki þangað til núna einhvern tíma fyrir nokkur mánuð síðan að Liverpool vann einhvern titil, sko, englandsmeistaratitil. En hérna, Já, meistrar 2019, nei, ég var einnig COVID árinu. já, eitthvað slis. Já. Og hérna, þá var það einmitt bara frá því einhvern tíma, bara 90 eða eitthvað svona svipað eins og með Fram, sko. sem Ég að- held að þetta getur líka passað, þetta verður svona hluti af sjálfsmyndinni, ef maður er púlari, þú veist, fólk er alltaf að fá sér tattoo, eitthvað svona never walk alone og svona, ég myndi alveg fá mér fram tattoo, Já, en þú veist, ég segi ekki önnur líkir á það. Nei, alls ekki. ég á mjög ljóta framminni, sko, sem ég kannski komið inn á hérna áður, en ég veit það ekki, en þú veist, Já, en ég, Crocs. þeir eru fínir, sko, léttir og þægilegir, sko, en mér bregður alltaf samt þegar ég er í þeim, ég stundum bara dett ég þá, bara einhvern veginn. Ég er í einhverjum hræðilegum núna inni skóm, ég þarf að fá mér svona Crocs. Já, Fram Crocs, Já. ég mæla alveg með þeim, sko, Já. þú veist, þau bara, ekkert endilega fallir, en þú veist, það þarf ekki að vera, þú veist, það Við slá í gegn á heimilinu, eða ekki? algjörlega. En hvað segir, ertu sammálið þessu, Kamila? Ég held að þetta sé rétt hér, ég veist var bara, en það, þú veist, það er sál og það er saga og þetta skiptir fólki máli, Einmitt. þannig ég held, púl sko, Liverpoolum. Og við erum alltaf Liverpoolar hérna, er það ekki? Ekki ég, nei. Ó nei, Allt í góðu, með sko. hverjum heldur þau? Aston Villa? Ég held með Aston Villa. Já, ok, það er bara eitthvað grín. Nei, sko, ég var smá hérna fyrst af því ég var svo mikið djúran maður, sko. Já. Það er hérna Birmingham, hérna Aston Villa. Algjörlega. Þannig að, En af hverju þetta Aston Villa? Elskar bara, Maður- Já, ég er mynd að fara í haustlitaferð til Birmingham núna. Jú. já, Heyrðu, það er alltaf rosa ódýra ferðir og gisting Já. Haustlitaferð, gamla mín. Það er ekkert annað að gera þarna. Nei, ég hef einu sem farað á góður og það voru bara fíklar út allt, sko. Þannig að, Aston Villa fíklar, nei, en hérna, já, fótbolta að varstu, fíklar. þú ert að fara á leik. Já. Ó, ég var alveg bara orðin opinn fyrir svo hæst þetta dæmi. En við skulum aðeins hérna færa okkur til þessara tíma hérna, sem við hérna núna fylgjast með, bara ofsa spennt og hérna við Júlí vorum að ræða þetta hérna aðeins í upphæðu þáttar, sko það er búið að vera hérna uppbygging og það er svolítið gaman að við öll þessa sögu sko Fram og að vera einhvern veginn Júlía ein í bekknum og sama hér og allt þetta. Það er búið að vera algjörlega magnað að koma hingað í dalinn og fylgjast með öllum, þú veist, krökkunum hérna sem eru duglega að koma á leikina, auðvitað foreldrar eru að koma með krakkana á leikina og allt það. Og, þú veist, þetta er bara, maður er bara að fylgjast með uppbyggingunni í beinni. Þetta er náttúrulega bara stóru fréttinar í þessu öllu saman. Er það ekki? Og ég minn stelpunir að fara upp deild, þetta er alveg æðislegt, það er mjög gaman að vera framhverjum núna. Já, það er það nefnilega. Mér er það geggjað, sko, þetta sem þú varst að segja, sko, bara sjá, bara, þú veist, Það er bara klikk. liðið, sko, þú hjartað. veist, bara, bara á framtíðina, sko. Það er bara stórkostlegt og ég bara, maður verður bara svona hálf klökkur að hugsa út í það bara hversu margir hérna framtreflar komnir saman hérna, þú veist, það er bara alveg sturla dæmi. Þú veist, bara, maður har aldrei séð svona marga framar á einum stað. Þú veist, bara maður hefur farið að Ljótasvöllinni eins og þú nefndir hérna og Safamýrin. En þetta er alveg magnað og maður er bara, við erum á akkurat í þessu núna, þessi dagurinn, þá er þetta bara klúbbur sem er bara fljúandi upp. Já, þetta er svona, ég pældi ógæslega oft í það því ég er náttúrulega bjóðana í Álftamýrinni, þetta er náttúrulega bara hverfi, þetta er einhver 3 götur, skilur við, Háleitisbraut, Álftamýri og Safamýri og bara þetta er einhver þrýningur sem er bara á milli einhverja 3 stoppbrauta eða eitthvað og það er bara 1 klúbbur og það er Og 3 krakkar, þú veist. Já, ógæslega, já, og mér finnst bara geðveitt að klúbburinn fá loksins bara eitthvað hverfi, af því að maður tengir ótt líka við lið bara við einhver hverfi en þú veist, hvað er Álftamýri og Safamýri, hvað hverfi er það eiginlega? Já, Það er einhvern veginn, með fullri einhver virðingu. gleymi- Já, þú veist, Já, ég elska þetta hverfi, sko, einmitt. en Já, já. þetta er samt bara, þegar þú hugsa Reykjavík, þá er þetta eitthvað, já, Álftamýri, hún er frábær, svo er Ármúlin hann að tekur við Já, einmitt. og þú veist, og Hálautisbrautin, hún er alltaf fallið í haustlitunum, skilur við, Haustlita ferði hálendisbrautina, já, bara þú veist. ég skilur hvað að meina, þú veist, Já. þetta er ógæslega svona lítið
svæði og þú veist, og ángríns þegar maður lokar augunum þá hugsar ekki þetta hverfi, sko, þú veist, en þannig var klúbburinn okkar ógeðslega lengi. Já, og einmitt eins og við tölum hlaupabrautin, það er svona ákveðið svona einhvern veginn tengslarof sem að maður var svolítið að upplifa og það er líka eins og í þessu hverfi og ég er alveg sammála, maður er bara alveg upp að rétti og ég dýrka að koma þarna yndislegt, en svo meðalaldurinn, sko ég herra læg, eða svona, þú veist, já, bara tölum bara meld mál, skilur, þú veist, og yðar ekkert af Það var í sjálfheldu. börnum. Já, já. Bara líka bara eins og klúbbur eins og Fjölnir skilur sem bara með allan gráin og svo versus frammeð með hvað Samýri, Hálitisbraut og Starmýri Já, Já, þú einn bara... eitthvað hrakin með skólatöskuna í rigningunni, skilur, það var svolítið svona einhvern veginn svona víbruna sem maður var að finna og svo æðislegt í svo sammáleikur ég var að taka með strætó hérna, gekk aðeins betur en Kamil að komast hingað og tók strætó, hann er sko fullur af framkrökkum og koma hérna og svo frændi okkar náttúrulega býr í þessu hverfi, það er svo mikil uppbygging og hann er með börn og þau eru öll í fram og allir þessi krakkar og þetta er einhvern veginn, já, maður er svolítið að tilheyra einhvern veginn að ný og tilheyra einhverju sem er lifandi og leiðin eitthvað. Það er ekki svona, maður þarf ekki að ríghalda í bláa hjarta og trúna svona, meðan maður er hrakin í rigningunni, sko, eins og Logi þekkir. Mæta vel. Mæta vel. En sko, og svo kemur að því ef sko, við vorum að ræða stelpunar hérna áðan og þessa frábæra uppbyggingu og enn árangur í sumar sko, strákarnir eiga nokkra leiki eftir og við erum svona svolítið sammála það að þetta er ekki allt komið í höfn náttúrulega, talandi haustið og fall laufana og allt það þá ætlum við samt að leyfa okkur að vera bjartsýn á þetta. Við erum í efsta sæti hérna og við unnum Fylki, okkar menn. Er þetta ekki bara 1 sigur sem við þurfum? Jú, ég held það, en ég er bara svo svartsitt sko að Já, þetta er mjög, svona glasið er ekki hálffullt að tómt þér, en það er bara, já. Algjörlega, en það er alltaf leið, vítið til varnaðar, en hérna, en sko, ég veit að þjálfarinn og leikmenn, þeir settu sér markmið að vera í topp 6 sem að tókst ekki og það eru auðvitað vonbrigði held ég sko í þeirra herbúðum en hvað segir þið þetta? Þú veist, eru þið? Nei, ég meina að þú veist, halda sér uppi er bara æði það var, þú veist ég er ógeðslega ánægð með þetta mér finnst þetta ótrúlega, þetta er bara ógeðslega skemmtilegt sumar og það er bara frábært að sjá bara, þú veist, bara andan og stemninguna og eitthvað þannig að ég upplif ekki eitthvað svona, eitthvað vonbrigði eftir þetta sumar. Sko, ég er alveg sammála, sko, ég bara, allt er betur en fall, náttúrulega, ég náttúrulega hef, eins og komið fram, ég held með Aston Villa og ég hef upplifað að klúbburinn falli úr ennskúrastildinni, sko, og voru lengi vel alltaf við botnin, sko, alltaf, einmitt, þegar deildin voru að klárast þá var maður pínu að vonast til þess að það myndi ná að halda sér uppi og fram náttúrulega bara öll saga mín að halda með fram svolítið þar. Þannig að mjög ógeðslega gott að vera bara öryggir og svo er bara, þú veist, bara fínt líka bara að fá eða svona stabilisera klubbinn skilur þú veist, við erum bara með að deild og fínt markmið að reyna að koma sér í topp 6 og þú veist, og það er bara eitthvað markmið skilur en þeir eru bara rétt undir í skilur náðu ekki núna, það er bara ógeðslega fínt að, þú veist, að stabilisera. Þetta er sko Rúnar er náttúrulega bara fyrsta árið þetta þjálfarateymi, þú veist, þannig að maður sko vonandi ekki að leiðinni neitt. Nei, ég er líka mikill Rúnarskall, sko. Já, algjörlega. Og ég var nefnilega í FB og mér skilist að hann hafi verið í FB allan á einni myndadæmi og það er svona liðsmynd það er svipið með ykkur. Er það ekki? Ég vil meina það, við hefum alltaf haldið það. Ég safnaði fótboltamyndum þegar ég var lítill og átti Rúnar Kristins, sko. Nú rammar hann inn. Absolutt, ég kem með hann og læt hann árita eða eitthvað. Má ég vera viðstödd og samt félagið, sko. Þetta er náttúrulega bara það er erfitt, sko, að ímynda sér annað en að framarar eins og við sko, séum ekki annað heldur en bara ána með þessa stöðu akkurat núna. Þú veist, það hefði verið rosa gaman að sjá þá í topp 6 og það var nefnilega, það munaði svo litlu. En þetta er fyrsta árið og þú veist, það er ekkert annað heldur en bara þolinmæði. Þú veist, það er bara að vera að byggja upp eins og við erum að tala hérna, það er að vera að byggja upp hverfið, það er að byggja upp allt og þetta er bara frábæra árangur á svona fyrsta. Því að þetta er líka búið að vera þannig eins og ég hef heyrt hann tala. Þú veist, þetta er, fyrsta skrefin voru bara þau að horfa á liðið, þú veist, og hvernig það er uppbyggt og hvað mannskapar væri og svo er bara að reyna að gera best úr því og þú veist, það sem var bætt við liðið var kannski bara menn voru sóttir aftur heim, þú veist, eins og Haraldur Einar og fleiri
alveg gleymið þið núna, allt í einu, Alex, já, Já. þú veist, bara, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er svona flott stefna. En núna bara í morgun þá heyrðum við að nýju leikmanni sem heitir Róbert Hauksson og bara mjög spenntur að sjá hann. Já, poppaði upp á fítinu hjá mér í morgun. Ég googlaði hann Stórkostlegt, já. og svo viðtal við hann á fótbolti.net og þar kom fram að hann verði líka púlari. Herðu, Já, Ég var ok, bara, það þarf ekki jæja, að neina. Þetta er hóli í höggi. Já. Þetta er hóli í höggi. Þannig að ég hef engar, hann var eftir að standa sér mjög vel og hann tali ítölsku. Vá, Nei, stopp. þetta getur komið svo Er vel. hægt að biðja meira? Það komið vel. Er ekki nokkur framar sem hafa einmitt verið seldir til Ítalíu? jú, algjörlega. Já, við viljum- Mikael og já. Já, akkurat. Og var ekki Hörður líka, hérna, hann voru til Juventus. Klárt mál, Þannig að- akkurat. Þessi ítölsku lið fylgjast vel með Fram. Það er tenging hann að milli Ítalíu Einmitt. og Fram. Hann er reyndar í Gríklandi núna, einmitt. Já, en ég menn, Hörður, hann Bara Hörður Björgun, já, akkurat, já. er í hann í Juventus. Já, absolutt. Þannig að þetta er allt mjög spennandi. En er þetta ekki líka bara gott núna, þú veist, hérna... Komið gott, meinarðu? Nei, já, Nei. ég Herri, þarf jæja. að fara, nei, hérna, nei, bara, þú veist, Káa fær hérna fjórðasætis Evrópudótið, skilur, Já. ef framhefði lent í Evra umspilinu. Það hefði verið svolítið langt Já, að komast í þriðasæti til þess að komast í Evrópu. jú. Þannig að það væri kannski, ég veit ekki, kannski bara einmitt. Og það vantar bara 3 stig til þess að vera alveg öryggir og það var alltaf gangu upp hjá þessum Já. botklubum hana, sem eru í 2 neðstu. Já, botklúpar svo kallað. Já, Sorry. En það var bara einmitt að þetta, þú veist, einmitt það sem kannski Rúnar er kannski búin að vera að gera, að prófa einhverja leikmenn og Já. þú veist, Já. og leif einhverjum. Sko, þetta er í fyrsta sinna, því núna erum við held ég jafn gömul og þannig að ég hef svona líka þrætt þennan dimmadal sem að þú varst að lýsa þarna og þetta er svona, þú veist, einmitt að bjarga sér fyrir hotn í loka leiknum með eitthvað svona fáránlegum úrslitum og við þurftum að reiða okkur á, þú veist, að toppliði tapaði fyrir Já. botliðinu og við unnum með ósækjöndu viti, þú veist, allt þetta er svo mikill sigur, þú veist, Já. þetta er svo mikill rúst og þú veist, ég hef ofta alveg vorkendi með liðanum sem er að lufsast einhvern veginn í miðinni, eru svona öruggan, það er ekkert að gerast, skilur hvorki upp neða niður, eitthvað svona, en maður hefur allan haft eitthvað til þess að berjast fyrir, sko. En núna, nefnilega fyrir sömari, er eitt af svona fyrstu skipti svona í nokkuð tíma, en það er náttúrulega ekki það langt sem við fórum í bestu deild, við ætlum ekki að tala um það. En sko sem að hérna svona spekingarnir að fyrir hérna tímabilið spá okkur ekki falli, alltaf eitthvað framar náttúrulega, þú veist, þeir eru alltaf leiðinni lóðbindnir, alltaf eitthvað svona þetta. En núna varlega bara, heyrðu, nú er Rúnar komin inn og fólk hafði svona smá trú á okkur og við erum bara svolítið þar og vinna með það. Og hérna, og einmitt, ég bara, ok, við erum hann í neðra, hérna, þú veist, mér finnst svo sem alltaf lægi til þessum að vera bara í þessu öryggi og ég meina þá bara sækjum við líka, við höfum til mikils að vinna. Já, Það er ekki bara svolítið algjörlega. það sem við stöndum fram fyrir. Og ég meina við getum alltaf fagna því líka, ég meina það er nógu mikið stress að vera að fá stelpurnar upp í bestu deild og ógeðslega gaman. Þannig að verður bara, þú veist, það er nóg að gera núna og það verður nóg að gera. Það var bara ála á grillinu. algjörlega. Djöfusins ála á framborgarunum. Já, vá. Já. Alveg. Þeir verður móka út hérna. En Muna- með spekingana, þetta var lengi vel vorbúðin minn alltaf Já. að lesa þessa fréttir. Já, Það var bara minn ljúfi vorbúði. emmitt. Við þurfum bara að muna að busta vel framtörunnar en hérna, sko, nú langar mig að koma með eina spurningu sem að hérna sem er svolítið flippuð en hérna hver, að því að við erum þetta, sko, við erum alltaf bara eigum það sammeilegt að vera bara framstuðnisfólk hver er svona ykkar svona staðalímynd af framstuðnismanni? Góð spurning. Sko, ég veit ekki af hverju, en mér finnst einhvern veginn rauðhart fólk, ótrúlega fallegir framarar, sko. Já. Það er bara einhvern veginn svona, þegar ég sé fólk með rautt hár, þá er ég bara svona, frambúningun eftir að klæða þig vel. Akkurat. Það er bara mitt go-to. Er þetta svona Jón Sveinsson? Nei, svona bara svona alveg svona eldrautt, sko. Já, já, Ekki já. Er ekki svona Halli ljós. Rauðaris? Jú, hann er mjög Já, glæsilegur. einmitt, fyrir, sko, bara svona ég fyllist stolt að sjá hann klæðast. Já, já. búningnum, sko. Þetta er Komin einhvern heim, já. Já. Mhm. Ég veit ekki af hverju, sko. Það gæti kannski hafa Þetta er einhver verið. áhugavert. Þetta var ótrúlega óvænt svar Já, og akkurat. gott, mjög gott. Já, En það verður nú að segja samt að frambúningu ferendar er mjög glæsilegus. Já. Ég hef aldrei séð þetta í frambúningu og hugsa, þetta er ekki þín lítapall. Æ, Og það er auðvitað þú. enn ein ástæða til að halda með þessu liði, að þetta er náttúrulega fullkomið. Já. Og náttúrulega, eins og við Júlía komumst það í dag, REA er Já. með framdaga núna til Já, að leiða allir útborga, bara að fara þarna á Akkúrat. síðuna í búðina og kaupa sér allt
Það er þetta bara framma sig frá toppið til bara tóa. Já. fullgeta sig, Já, bara, vera já. bara fullgeta Og vangar. fyrir ykkur sem eru rauðhærð, þú er Já. að hlusta. Endilega, koma bara. Akkurat. Ég veit ekki, sorry, Nei, þetta er bara, Já, þetta var æðislegt. Ég bara, já. mér finnst það svolítið góða punktur. Einmitt, bara. Já, þessi En mér finnst blái þetta litur, er blái litur. uppáhalds hálfliturinn minn, sko, að mér finnst það mjög fallegt, já, margt af mínu besta fólki. strákur minn líka rauðhörður, þannig ég er alveg, Já. Geri í ég er að fara í Spice búðun Girls, eftir að kaupa Dóttir góðan mín, sko. galla. Sonu Já. þinn, já. En ert þú ala börninu sem framara? Nei, ég ætla bara að leiða honum að ákvaða, Vá, ég, What? ok. ja, kannski bara út af því að En- pabbi leiði mér að halda með hvaða liði sem er, sko. Mhm. Og pabbi hans var valsari og Já. svo Mér finnst það heldur hann fallegt. ekki með neinu en ég fekk að velja mitt sjálfur, sko. Já, Ég finnst þetta fallegt, sko. Já. Ég ber virðingu fyrir þessu. Ég hef gert þetta sama og ég sko hef Þú ert bara með káering á heimilinu bara. ég hef þurft að fara eldsnemma á fætur með börnin mín upp á Hlíðarenda að æfa. En þau eru hægt, sko, þú veist, Já. en ég hef bara ekki sagt orð og þetta bara, En mér veist þetta líka einmitt eins og með hvernig típiskur framstuðningsmaður, hann er skilningsíkur. já, Það er enda. Hann er akkurat, skilningsíkur. umburulindi, Umburulindi. já, einmitt. Umburulindur, rauðhærður, eitthvað meira sem að, Nei, en það er líka sko, einmitt, af því að þetta hefur alltaf verið svona sigurbraut og eitthvað svona, þannig að þetta er ofta einmitt svona, þetta er svona þægilega típur, sko. Eru bara, ok, við erum bara hérna saman í þessu og náttúrulega búin að fara saman í gegnum þessa myrkudali og vera, varst ekki grátandi í rigningu á leiðinu æfingu og eitthvað svona. Af æfingunni. já, einmitt. Að þú veist, Var þannig að- dregdrópar að tár, við þurfum ekkert að fara í það. Nei, skilju. Já. nei. Nei, þannig að það eru bara allir svona saman í þessu og svona, þetta er ekki eitthvað svona stælar eins og ég ætla ekki að nefna, en þú veist. Við veitum alveg hvað það tala um. Já, en þú veist, það Svo er líka svo gott að vera búin að skrapa botnin svona oft og lengi, sko. Og það er svo lítið, svo sigrætni verða risastórir. Já. skilju. Það er svo lítið að það verði svo sætt og gott, sko. Einmitt. Má ég segja eitt að þú segir þetta? Við vorum hérna einmitt að því vorum að tala um Hlíðarenda sem að er bara frábær, þau eru frábær heima að sækja þessi valsarar. Já. Nefn að ég fer sérst á leik með pappa og þú varst held ég hérna með okkur, já? Jú, við fórum með leik og hérna sem að var núna bara í sumar sem að við sérst jöfnum hérna bara á síðustu myndunum. Ég sattur hérna okkur. Já, þú sást hjá okkur, já. Og pappi hrópar yfir allt, svona stekkur og fætur og segir, tökum ekki Siggi Saki! Eitthvað svona. Yes. Við vorum þráttur allt bara að gera jafntefli, sko. Unnum 1-1. Já, en við unnum 1-1 og það er það ekki svolítið Jú, mentaliteti sem það við er vinnum með? nefnilega. Það er allt æðislegt. Já. þú veist, já. Þetta er frábært dæmi. Já, einmitt. Hvernig myndir þið segja að stereotypan væri? Sko, mér finnst, ég vil ekki fara út á hálan ís, Ok, en, en en samt gera sem það áður, þá er að því við erum að tala um sko uppbygginguna og þetta hverfi og alla þessar fjölskyldur sem að maður bara hrífst af hérna, mæta á leiki hérna og bara sína þessa eljusemi. Þá var náttúrulega svona smá svona, það er sko örugglega einhver hópur framara sem að eru svolítið svona frekir á bara árangur áfram, ekki stopp, ef við veitum hvað ég meina. Já. Þannig að þú veist, það er svona, þetta er gamla gullaldar, hérna, það er svona smá snefill af því ennþá, dreggjar. Og ég náttúrulega bara, jú, þú veist, ég náði því sem bara svona þegar fyrst ég fekk með eitthvað meðvöldun, þá náði ég svolítið svoleið, sko, undir 90 bara, wow, þetta er geðveikt. Og þá var ég framari. En hérna, ég held að þetta sé elementið í sko, að hafa líka skrapa botnin og líka þurft að vera að horfa á klúbbin sem einhvers konar vegalaus barn í langan tíma. Það held ég að sé að búa til alveg afskaplega góða svona, hvað segir maður aftur? Já, bara gott element af svona stuðnismanni. Bara, þú veist, að sko, það, þú veist, bara það að fylgja félaginni getum við þykkt og þund, sko. Þú veist, og ég held að það sé að verða til einhvern veginn. Þú veist, það er ekki, ég ætla ekki að tala um einhverja frekju eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað, en þetta er, þú veist, já, ég held að það sé að vera svona, þú veist, það er kynslóðir sem að, hérna, sem upplifðu ekki bara sigra og glæsilega heitt, þú veist, þá hérna, það er þarna samt sem áður, þetta er náttúrulega langur tími, þannig að það er rosalega mikið af fólki sem er komið á aldur sem að bara, kannski orðið miðaldra fólk bara eins og ég og við eða eitthvað, þú veist, sem að hafa kannski ekkert verið að horfa mikið á Íslandsmeistaratitla, þannig að þetta er svo sem alveg kannski segin saga. En núna held ég að það sé, við sem er sigla inn í það. Já, ég held Já, að já, þetta við sé erum að bara, hraða- já. já, þannig að, Siglingu. herðu,
Er markalíkt hérna? Sigur í loftinu. Það er sigur í loftinu. Ég ætla að segja, sko, einmitt, að því við erum að tala svo rosa kærleiksríkt stuðningsmenn og ég ætla að fara algjörlega undir, nei, Já. alls ekki, nei. Nefndu nöfn. Já, fyrsta lagi, nei, sko, mér finnst nefnilega svona, þú veist, sem er framstuðningsmaðurinn, sem ég er bara eitthvað svona, að maður er alveg upp bara, þú veist, við erum alltaf hluti, við erum heild, sko, að því núna, að því við vorum að tala um enska boltan, sem ég augljóslega, ég ger mig grein fyrir því að hlustendur og kannski áhorfendur fylgjast með þau fyrirbæri sem ég geri voða lítið. En ég hef setið með fólki að fylgjast með enska boltan og fólk sem er alveg bara með, þú veist, ég ætla ekki að segja, segjum bara Crystal Palace eða eitthvað, þú veist, og er bara með sænguverið og er bara, þú veist, og Sigur. Já, ég var ekki að horfa á þess en já, ok, þú áttar þig sjálfur. Nei, og sem er eitthvað svona segir sína eigin leikmenn, eitthvað svona, djöðs aumingi, eitthvað svona, getur ekki neitt, okkur er hann ennþá inn á, eitthvað svona, og ég bara veist það, þetta kann ég ekki með þetta, þetta er ég ekki alveg uppið. Nei. Þú veist, við erum aldrei, þú veist, við bara, maður getur verið ósanngjarn og mér finnst mikilvægt að vera ósanngjarn í stúkunni, gagnvart, þú veist, að hluta til. Maður segir ekkert á þetta, það var alveg eitthvað á þetta, skiljum Já, já. Maður segir, dómari, þú veist, dómari átti ekki að gera nokkuð skapan hluta, var ekkert að gerast, Já, eitthvað akkurat. svona. Það er hluta leiknum, Akkurat. en að níða sitt fólk, sína konur og sína menn, og hvar, nei takk, þú veist, við gerum það ekki, en við erum sanngjarn, hvað erum við aftur? Við erum sammála, Við erum ótrúlega. já, við erum rauninni, já, við bara tölum allt mál, hérna. Einmitt. Við þurfum ekki að fara svo kattur í kringum heitan graut, hérna. Nei, Við nei. erum mjög gott fólk, í rauninni. Mér finnst bara fólk vera ofta að benda á, bara hjálpa dómarunum. Já, Heyrðu, já. getur verið Og þetta hafi dómarinn verið- eitthvað, þú fyrir ekki, þakka þér fyrir, eitthvað svona, já, ég sé þetta oft gerast. Getur verið að þetta hafi verið brot, fyrirgeðu Já. dómari, stoppið aðeins. Já, Akkurat, þannig að þetta er bara mjög kurteist. Einu sinni misti ég mig, við vorum í Safamýri að horfa á leik já, og ég öskri eitthvað svona á línudómaran já, og þú hund skammaði mig. já, En það var líka ósanngjarnt, maður á nú ekkert að vera skammað á. Maður má alveg benda þeim á kannski svona, það er hægt að já. bæta sér. Já. Óþarfi En að- mér finnst fallegt sko að Kamila segir eitthvað svona það er ljótt að tósi peysur eitthvað svona, nei, það er bannað að hrinda, hann var að hrinda eitthvað svona, mér finnst þetta líka Já, vera mér rödd sem finnst bara- þarf að heyrast Bend á. Já, Má já, betur fara. þetta er ekki, Þeir það er ekki voru að ljótt að gleyma því gera, þetta er í ljótt að leiksins. sjá Já. eitthvað Einmitt, svona, já. akkurat. Mhm. En ég hef hins vegar, ef ég hef skilning á einhverju, Mm, það er það er allt- ekki margt, en já. nei, einmitt, ef það er einhvað, þá er það sko ef anstæðingurinn tógar í peysuna. Já, Af því að sko þetta er bara mjög falleg treyja. já, Og já. þú veist, ég skil alveg að fólk Já. vilja þessa Ég, treyju. ég er alveg, ég þrá, en því að því ég er í eins, þá þarf ekki að gera það, Menn að skilju. koma hérna einhverjum appisunugulum bara eins og, Já. þú veist, hérna, Það er já, fyrir majas, hérna. koma úr árbænum um daginn, Já. þú Fyrir veist. að killa. Já, bara allir eins og nýkomnur úr strætis. Ég myndi að rauð þarf fólk að sjá þessu peysu. Ég ætlaði að fara að segja hérna, skíli, hérna, Ekki strætóskilegi. nei, Nei. Ekki segja okkur, ég elska hennar leik. Pítur. vá, ég Það hérna, er annað heila blóðfall. já, ég held að sé, þetta er Já. rosalegt. Mm. Ok, við verðum að Hvað? komast að hvernig skýli. Nei, svona slisavarna, hérna, skíl, Sjúkrabíl, sjúkrabíl. já, Þyrla. þetta er Landhelgisgæslan. skemmtilega leikur og mjög skemmtilegt að hlusta og horfa, afsækja þetta, en Er til björgunar skýli? nei, þetta heitir alls ekki það. Já, ok. Ég bara, það er búið að rífa þau hérna upp og henda þeim einhvern veginn og hvað, herru, við skulum vinda Það er okkur. gaman, getum við hýst aftur eftir 6 dag þegar þú mannst þetta? Já. Það verður svona update. Akkurat. Ég Eða held að getur við svona rúlla niðri. Já, akkurat, ég held að engan grunni að ég sé mögulega elstur hérna í þessum hópi, en hérna við skulum kannski koma okkur að einhverju öðru, að þetta verður vandræðalegra. En hérna, sko, við erum búin að vera að tala um eitthvað svona, hvert er sniðmátið að hérna, stuðnismanni Fram, hvaða lið væri Fram í enska boltanum. Mhm. Getið ímyndað ykkur, þetta er svona partileikur af því að það er föstudagur núna sko, það er bara svo að það komið fram, er eitthvað svona hljómsveit eða tónlistarmaður sem að ef að Fram væri, Yeah. þetta er smá flip. Það er Helga Möller, allan daginn. Já, þetta er alltaf augljóst. Já, þetta er eiginlega augljóst. Já. Það er eiginlega ekkert annað Það sem... er alveg fálega Akkurat, spurning, akkurat. þú veist, já, þetta er Já, já, bara, já, fyrirgefið, einmitt. Er heiminin blár, eitthvað svona, hver Já. er það? Vantalega helgamölu. Já. Akkurat. En ég svo, fyrst, Sko, jú, ég er nefnilega einmitt, lega að segja það, það er auðljós. Já, já. Sko. Mm. Einmitt. En það er náttúrulega kannski ekki hljómsveit. það er ekki hljómsveit. Nei, nei. Nei. Það er flóknara, Eða sko. tónlistarmaður. Já, já, einmitt. Helga Möller, þetta var fáránleg spurning. Góðsagnarkennt fyrirbæri. Ég var nú bara að hendur sér fram til þess að fólk myndi gleyma að
skýlunni hérna áðan. Já, takk fyrir að minnast það aftur. Ef að taka það, Akkurat. Finnir Takk út þið að ráðin. syngja framlægið hérna með hreimi? hérna, við ert að byggja okkur að gera það. Já? Framara. Nei, við Júlía ætlum mögulega að vera með lifandi nýtt framlag Já, Ha, sem Vá. og ég ætla að semja með okkur. Nei, við ætlum að tala um mögulega bestu framlögin. Við erum svona búin að liggja yfir þeim. Já. Og Þetta eru mörg framlög. heldur betur. býtu bara. Ó, Það er þú Ómar ekki búin að gera framlag? það er, sko, ég og Kristján höfum talað lengi um það Já. að gera, Já. gera framlag, sko. Einmitt. Fólk hefur Lengi komið heldur. málið Þetta er ábyrgsamt, sko, þetta því Já. að við vorum að tala um að stuðningsmenn bölva aldrei í stúkunni eða svona típisku framari er, Mhm. þú veist, ég hef alveg heyrt fólk bölva framaralögunum stundum, sko. Já, já. Lögunum. Já, Mhm. eða vissum lögum, ekki Já, öllum, já, alls já. ekki öllum. Nei, Akkurat. einmitt. Herðið, en áður en við hættum, þá langar mig aðeins að ræða smá liðin bara núna, það er að segja strákana sem eiga nokkra leiki eftir og þessa uppbyggingu hjá Rúnari Kristensinni sem að er að byggja svona lið á ungum framurum í bland við þessa leikmenn sem að voru og það var kannski svona umræða sem ég tekið eftir og maður svona skynjaði líka að það vantaði svona alvöru framherja, svona potara. Hvað hafið þið skoðun á því, þú veist, hafið þið ykkur hugmyndir leikmenn sem að ykkur myndi langa að fá í fram frá öðrum liðum sem að þið Það er fílið? fínt að fá Sala. Já, strax alveg svona Þetta er kemur orðið- til manns. Þetta er alveg eitthvað Liverpool Ef ég. podcast. En væri ekki bara geðvægt að fá Hólmbert aftur? Er þetta ekki komið nóg Aron. úti hjá honum? Er þetta ekki komið nóg? Kann Ekki hann bara, koma aftur heim og... Mér finnst frábært þetta börnin heim Já. átak sem að við erum að fylgjast með. já, ég Sem meina er- Gylfi, hann er komin í hvað, Val? Og bara Hólmbert í fram. Já. Algjörlega. Getur við ekki bara safna fyrir þessu? Þú býr til gott lag um það. Mhm, eitthvað svona Mhm. börnin heimlag. Já, verið gett verið bara komið með tjant fyrir hann áður en hann væri mættur. Já. Já. En ég man bara þegar Hólmbert var í fram, sko. Hann var hann svo ungur, sko. En það voru eitt af líka skemmtilegustu leikunum, hann að skora mörkin og... Briljant, sko. Þannig að, ég var til að fá hann. Eru þið með númerið hjá honum? Ef kannski að lega þáttinn bara ringja. Já, heyrðu við. Það væri gaman. Ég er nefnilega, sko, mér langar, já, Já, þið langaði svolítið að segja ykkur svona hvað Já. kannu þú að vera með. já, Mhm. en ég er búin að gleyma nafninu, nei, Veitu, hvað vorum við að tala um? Skýli. skemmtilegu þáttur. Heyrðu, ég, sko, er að hugsa um hann Helga Guðjónsson. Já. Já. Hann er í Víking, þú veist, og það er náttúrulega bara, hann er náttúrulega bara að vera sattur þar, menn það er líka bara, Hlýtur þú veist, að vera. ég held að þetta æmyndi sé svona verða búið. Er þessi blaður ekki sprungin? Ég held nefnilega Arnar að fara mögulega og svona og einhvern veginn og þú veist, já. Þannig að ég ætla að vona ef að Helgi er að hlusta, þá bara, ef þetta horfa á Helgi, þá máttu endilega fara að koma heim. Þetta er komið gott. Klukkan er að vera margt og þú eru að fara að koma heim. Þetta myndi Það mér væri- svolítið á hann persónulega trúpadörun. Já, þetta Helgi, ég vonum sér að horfa. Já, ég vil bara passa mig. En ég sá Helga nefnilega á fylgisleiknum daginn hérna. Mér finnst það svo fallegt, sko. Já. Nýbúin að tapa byggarleiknum þarna, þú veist, Einmitt. þetta, ekkert að hlæja því, svo sem, en mér finnst það bara... Veitu, hvað sást hann? Hvað? Helgi, hann var bara hérna frammi. Já. Nei. Ha? Hæ? Helgi var bara að koma og fylgjast með fram sínu mönnum. Þetta er, býtu, hvað er sko? Kannski var hann bara að mæta til að skrifa undir. Hann hefur séð treyju og byrjað svona tóð síðan, sko. Já, Já, þetta byrjar alltaf, akkurat, þetta byrjar sem akkurat. fyrkt. Já. Nei, bara framborgari og svona eitthvað. þú Já, veist, menn hann Já, er bara já, rosalega- já. Fór sér reynd. Já, Já, koma hérna í daldraumana, ég menna, þú veist, þetta er aðaltrafl. algjörlega. En hvað, þegar þið eru að tala um salatið, Já, eru þið að tala um völlin eða hverfið? Er þetta ekki Lambhaga Völlurinn, Þetta er Lambhaga eða höllin, salatið eða er ekki? völlurinn? jú, Lambavöllurinn. og Lambhaga völlurinn og Mhm. Lambhaga býr til salat, sko. Þannig að Já, Ok. salatið, einmitt. samt þegar ég keiri hérna að vellinum hérna, þá finnst mér alltaf bara eins og þetta er Old Trafford Íslands. Það er bara, þetta er Já. einhver geðveikt mannverki, sko. Hvað er áttur Old Trafford? Það er heimavöllur Manchester Já, United. já, 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 tölum já. það. En Herðu, við förum tíminn er að leipa frá okkur. Já, akkurat.
Ég held að, Júlía, Já, bara ég kalla held þetta að sé engum við að bæta hérna. Nei, þetta Þú er ert bara- búin að fá 2 heila blóðföll og... Já. Já, þannig Ég að... er aðrir Fá heim- betur. Já. heimabóðfall. Akkurat. Ég ætla að drekka því í minni. Það er salati, við höfum farið yfir ímislegt hérna með Já. okkur góð gestum og ég er bara virkilega þakklátt. Annað er að koma að hækjum, hitt er að viltist en Já. er samt hérna með okkur og ég er bara aðeinslega þakklátt fyrir það og við náttúrulega sjáumst bara næsta leik. Næsti leikur er á móti KR. KR á KR, sunnudaginn. sem sagt á sunnudaginn, Já. á Meistaravöllum, mögulega. Aldrei einhver mæti. Já, já. Frá KR. Ég held að þetta séu svona Þetta síðustu verður leikinir þarna. Bláa hafið verður hérna svolítið Já, ábyggilega. akkurat. Ég allavega hvetja alla þá sem að eru að hlusta og horfa stuðnisfólk og bara leikmenn líka að hífa upp sokkana. Og Helgi, ég vonast þetta að hlusta. Akkurat. Ég veit, góða helgi, þú veist hvað ég meina. En ég bara takk kærlega fyrir komuna Logi Höskuldsson og Kamila Einarsdóttir. Takk fyrir að bjóða okkur. Bara Alltaf til að koma í gang. dásanlegt. Já, ótrúlega gaman. Og við bara sjáumst á vellinum, hérna í salatinu eða annars staðar. Takk fyrir okkur, Júlía, Já, Við takk bara- fyrir mig, Kristján. Við nú hverfum til nýra ævintýra og bara, algjörlega. já, og bara búum okkur undir næsta leik. Við hefum sokkana, Frábært að árum fá gráfum þig ekkert stopp. aftur úr banalegunum. Já, ótrúlegt, já, já. Ég veit ekki hversu lengi ég mun tóra en hérna, ég kannski tek við þar heila blóðföllin þín fara að vera. Já, akkurat. Já. Bara guppandi gleði. Já. En takk fyrir okkur í dag. Zicke, zacke, hoi, 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 Gläser in die Hand. Zicke, zacke, hoi, 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 und das Schloss wird zusammen mit deiner